Já, komið sæl aftur. Magnús heiti ég, þetta kokkaþátturinn Eldhúsmeistarana. Ég með hann Magga Mix og ég Maggi Texas oft kallaður. Alltaf langar til að fá hann búinn að koma oft til mín hérna að fá sér Texas ostborgara. Ég sagði bara, ertu ekki til í að koma í eitt þátt? Heldur betur. Ég var svo ánægður með vídeóns í gamla daga, hann var svo skemmtilegur og svo er hann svo óbóðslega frægur á netinu, næstum því svona frægur eins og ég, er ekki? Jú, næstum því, það munar bara svona. Og hvað ætlar að elda? Það Texas ostborgari og kannski luxusútgáfuna. Já, þú ætlar að gera það líka? Ég að spá í það. Og með beikoni og eggi og öllum og berni. Og treysturðu í þetta? Þú ert nú búinn að búa til svo marga matar þætti maður, þú varst að steikja pulsur og hvað varst að steikja meira í þáttunum? Bara allt nema Texas, það bara sannlega. Já, það eftir. Já, og nú ertu komin í professional dæmi. Já, þú ert aðal Texas kóngurinn. Það bara þannig, sko. Já, heyrðu, en þú var svo ánægður með verðið? Vá, 1390. Fyrir hamborgara, franskar og gos. Þetta bara hlægilegt verð. 3 ár, við erum búin að vera með sama verðið í 3 ár og ég vill ekki hækka. Margir hafa hækkað, einn við Sjum sem var á 1390, hann komin í 1690 núna. En ég ætla að halda þessu áfram, halda niður vísitölunni hérna og hvað þetta heitir að verðbólgunni. Þú ert að hugsa fólkið í landinu? Ég er að hugsa fólkið í landinu. Ekki bara græða? Nei, að lifa og survive. Já, survive. Heyrðu, svo ætlum við að búa til hérna luxus hamborgara, hann nú aðeins dýrara, það svo mikið hlaðin aukahlutum. Ó já. Og það bacon. Það bacon. Og egg. Já. Og bernes. Og þú ætlar að elda þetta allt fyrir okkur. Já, þú ert að kenna mig að leiða mig gegnum þetta. Draumalandið. Og borðar það svolítið mikið hamborgurum? Ég gerði það, en nú fór ég yfir í Texas. Já, en þú hefur borðað aðra hamborgara. Já. Og þeir þykir góður skyndibiti. Já, mér þótti skyndibiti mjög góður fyrir en ég kom hingað. Án grín, sko. Þetta er einhvern veginn, það er eitthvað sko bragð af þessu. Þetta er lagað frá grunni, ekkert kjaftaði. Það er ekkert verið að flytja inn í einhverjum stórum bílum og flugvélum, þetta bara kemur, þú lagar þetta á staðnum, gerir kúlu, pressar. Og ekkert svona vestmiðu kjaftaði. Nei. Og svo ætlum við að reyna kannski ef þessi tími að búa til Texas Pizza Pie. Ég fæ hroll bara. Og hún kostar bara 990 kall maður. Varst þú ekki að segja mér að þú getur sett hvað sem er á hann og ennþá 990? Jú. Er ég í skíun, mér bara spyr. Segðu mér hérna, þú ert svo frægur á netinu hérna, þú ert á Snapchat. Já. Hvað heitir á Snapchat? Maggi Mix, það er bara einfalt. Og svo ertu á Facebook? Ég er á Facebook, það er Maggi Mix. Já. Svo ertu með hérna þátt líka hérna á miðvikudögum? Já, það er á FM 957. Já, og hvað, er þetta bara allir morguninn? Nei, þetta er bara svona í hálftíma, 10 mínútur. Og hvað ert þú að bralla? Ég er að tala bara samböndi, lífið, tilveruna, skilurðu? Og lífið og tilveruna? Já, vera bara hress, komið góð ráð fyrir fólki í landinu. Já. Svo þegar það er búið, þá fer ég að vinna. Já. Svo þegar það er búið, veistu hvað ég gerir þá? Hvað? Texas. Texas í kvöldmatinn. Kvöldmatinn. Það er bara svo leiðis. Heyrðu, en við ætlum að vinda okkur í maturslum, við megum ekki bara tala. Nei, það er Eldhúsmeistarana. Já, og við þurfum að sýna. Við stöndum fyrir skemmtun og afþreyingu og fróðleik. Og fróðleik. Við ætlum að kýtla bragðlaukana, kíkjum inn í eldhús. Takk fyrir. Og ég Maggi hérna líka. Já, Maggarnir. Já, flott, heyrðu, við byrjum á byrjuninni. Við erum alltaf með úrvals nautakjöt í þessu sem við hökkum sjálfur. Og við erum með hérna efni í 2 hamborgara, þetta eru 140 grömm. Taktu hérna upp. 140, þetta ekki varlega 120 eða 90? Jú, við erum alltaf með 140. Taktu upp hérna, eitt svona. Já. Þetta er svona í kúlu, búið til kúlu. Svona sem sagt? Já. Og svo setur þetta í hamborgaravélina, hún er hérna. Ok. Og ítir á takkan hérna. Þetta er svona pressari. Þetta er töfratakkinn. Já. Vindum þessu á. Já. Cirka svona, ekki? Já, og svo setur einn ofan á.
Þetta bara eins og ekki gert neitt annað maður. Nei. Svona. Maður verður bara að semja við þig að fá þig í hérna. Liggur við, sko. Já. Og svo bara pressa. Pressa, svolítið fast. Þú sérðu að hamborgarinn, sko, að þetta er, sko, hakk sem er bara hakkað í hakkavél og pressað. Þetta er ekki búið að fara í gegnum neinar svona, þarna, vélar valsað og sett í þetta vatn og bindefni og neitt Ekkert rugl, ekkert rugl. Nei, ekkert kjaftaði, þannig að við gerum þetta allt saman bara frá byrjun hérna á Texasborgar. Þannig að svona gerum við þetta, við fáum hakkið og búum til þetta sjálfur. Þess vegna eru þeir svona mjúkir og fínir. Það er bara svo, maður er bara svangur strax. Já, eigum við ekki líka að hérna fara og steikja? Jú, sýndu mér. Ok. Jæja, heyrðu, við erum konir á eldavélar línuna á Texas og nú byrjar eldamennskan, Maggi. Nú máttu setja hamborgaran á. Skella þeim á, báðum í einu. Já, jú. Já, þá bara gerum við þetta svona. Já. Já. Heyrðu, svo erum við með hamborgarabrauð, þú setur það við hliðina á. Það er hérna minni hiti þar. Já, þá erum við að opna það og leggja það svo, já. Og svo steikjum við franskar með og það er hérna 2 skammta. Og svo er aðaltriksið, Maggi, að brúna hamborgarana rétt og steikja það rétt. Já, já. Og þeir gera þetta svona í Ameríkunni, þeir steikja þetta á pönnu. Það er líka flott að steikja þetta á svona braulerum, en þetta er mjög algengt í Ameríku, í Texas. Ég var í Texas, þá gerðu þeir þetta alltaf þar og ég er að reyna að vera eins og Texas. Reyna, þú ert það bara. Heyrðu, nú er það fara á brúna og svo... Og er það bara að snúa strax? Já, farða alveg undir hann og snúa. Og svo hinum einn. Já, svona, snúa. Og svo brúnar hann aðeins, nei, svo setur þú salt og pipar á hann. Það er þetta hér. Aðeins meira, já, svona flottur. Svo setur þú ost. Ost. Þetta er spes hamborgarostur. Og það er bara einn ostur og hvern, ekki? Já, já, og þá, sko, þegar hann farin að hitta aðeins, þá er hamborgarinn tilbúinn. Þegar þú sér ostinn bráðna? Já. Eitthvað svoleiðis? Já. Og svo eigum við hérna 1 egg. Á ekki brjóta það? Jó, brjóta hana og setja hérna á. Svo erum við með steikt bacon hana og við erum búin að forsteikja þetta aðeins og setja þetta á pönnuna líka. Það er bara vitt að þess á, eða ekki? Já, jú. Svo alvöru menn. Nákvæmlega. Svo er gott að hérna aðeins að setja smá smjör á þetta, sko, og þetta er alveg bara lítið. Svona? Heyrðu, og þetta er alveg ekstra hérna þykkt bacon. Nú, það eru alvöru menn. Já. Ekkert kjaftaði. Já, þetta er svo, þegar þetta er í búðunum, sko, þá er þetta svo þunnt skorið maður. Já, já. Og ég bið að hafa þetta svona þykkt, að þeir eru með það svolítið í Texas. Allt er svo í Texas. Það er þetta juicy. Það er bara þannig. Nú má snúa þessu við hérna. Já, við skulum bara gera það. Og takkið eftir hérna, tökumaður, sérðu hvað osturinn er farin að bráðna? Nú er hann bara orðinn tilbúinn. Þannig að settu nú bara hamborgarinn hérna á brauðin og þennan og þennan. Nú er hann orðinn þarna medium vel, alveg steiktur en samt safaríkur. Alright, og eggið líka? Nei, og svo setjum við hérna. Svo stýrðu egginu við. Við steikjum það alltaf báðum megin. Reyndu að taka það alveg. Og snúa við, já. Já. Svo stýrðu við hérna baconinu. Bara öll í einu, jafnvel? Já, já. Þú ert alvöru maður, professional. Já, já. Sko, sérðu hvað þetta er orðið fallega brúnt og fínt? Þetta er bara svoleiðis. Já. Nú setur þú baconið yfir annan á lúxusinn. Ætlar að borða báða? Ég er bara alveg eins, það er bara... Við borðum það saman, má ég smakka líka? Gerðu svo vel. Og eftir við fáum að smakka þetta á eftir. Sérðu hvað þetta er flott hjá manni með þér? Sérðu? Síðan erðu hérna í grammiti. Yes. Og tekur hérna... Spaðan. Já, og taktu eitt svona skam. Eitt svona skam? Já. Sjáu þið, þetta er hérna, útskýra fyrir ykkur, þetta er bostonkál, þetta er tómatur, hamborgarsósa og rauðlaukur. Við setjum hann ofan á hamborgaran. Þennan? Já. Og taktu svo annan og svo setur þú lokið. Þú ert búinn að rista lokið báðum megin. Svo þrýsta örlítið, það er bara þannig. Og svo setur þú hérna eggið ofan á lúxusinn. Hvar var baconið? Það var hérna, já. Var ekki hér? Jó. Og setjum henni yfir? Nei, svona ofan á hattinn. Ofan á hattinn. Og svo festum við þetta hérna, sko.
Vá, Magnús. Þetta bara draumaland. Já. Vá. Þetta ekki spennandi? Jú. Heldur þú getur ekki bara lagt þetta fyrir þig? Það máli sko það. Heyrðu, ok. Tekstu nú þetta hérna undir. Já. Settu nú hamborgaran með eggin á disk. Við sörfum alltaf með eggi sko í þessu. En við sörfurum, skal ég segja þér, Texas tilboði í svona boxi, alveg svo þau gera í Texas. Já. Þú ætlar að pakka honum inn. Já, ég skal sýna þér, þú heldur á þessu vinnur, Já. á þessu að því ég ætla að kenna þér að búa þetta er alveg spes ráð og þetta er líka svo gott að hafa þetta í svona bréfi. Þeir gera þetta í Ameríkunni og svona stöðum. Það er svona professional. Já, og svo líka svo gott að hafa bréfið þegar maður borðar þetta með höndunum, alveg eins og maður gerir í Ameríkunni, Texas. Það er þá dettur hann ekki niður, það er bara í bréfinu. Nei. Svo erum við með svona, sérðu, gerum svona. Er þetta ekki bara eins og pakkin jólapakka? Ekki alveg, sérðu hvernig ég geri? Já, smeltur það svona, já. Svona og svo gerum við undir, svo er hann tilbúið. Flottur, svo gefur við mér eitt svona, hérna. Já, þetta er eitt tilbúið. Já. Og svo gerum við hérna. Og svo bætir við fröskunum við, er það ekki? Jú. Hvað segir maður? Svona? Flott, já, og svo helmingurinn hérna megin. Úp. Þetta gerir sér besta fólk. Já, svo erum við með berninsósuna, hún er hérna. Hún vippar henni. Og tökum hann alltaf við hliðin á. Og ert þú að laga hana sjálfur? Sjálfsögðu, alveg Frá grunni? Frá grunni. Þetta er allt frá grunni hér. Þetta er alveg. Heyrðu, en við ætlum að sýna ykkur þetta og þú heldur á þessu hérna. Yes. Þessu hérna. Alveg sama. Heyrðu, við ætlum að borða þetta á eftir, en svona eldum við Texasborgara á Texasborgurum, Maggi Mix og Maggi Texas. Það er bara svoleiðis. En við ætlum að fara eftir og borða þá. En eigum við ekki að vinda okkur líka í hérna að búa til svo pítsu? Jú, magnaði maggar. Það er bara svoleiðis. Já, komið sæl, þetta er hérna kokkaþátturinn Eldhúsmeistarana og við erum staddir á Texasborgurum og það er Maggi Mix og Maggi Texas að búa til þáttun Texasborgara. Hann er búinn að vera hérna hjá mér svolítið að smakka og ég bað hann að koma og elda og kynna staðins Texasborgur. Hann var sko meiri til í það. Ég er rosalega hrifinn af þáttunum hjá honum í gamla daga. Hann er heimsfrægur á netinu, hann Maggi Mix. Já. Ég er frægur á netinu og þú í eldhúsinu. Það er bara svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis. Heyrðu, við erum búin að búa til hamborgara, nú ætlum að fara í pítsuna. Og það er alveg bara, þú veist. Við erum með degið frá grunni. Já, við lögum degið. Og flytja það út og setja það í, þetta er allt saman búið til á staðnum. Þetta er Texas Pizza Bæ og þetta er líka gert eins og þetta er gert í Texas. Ég fekk þess að hugmyndir þar líka sko. Já. Og besta við þetta, það kostar bara 990 kall. En hvað segir mér ef ég bæti auka áleiki? Ekki neitt. Þú ræður hvað, en svona við tökum 5-6 svona sem hámark, menna þú getur ekki tekið svona marga bragðtegundir. Við mælum með því, en algengt að fólk taki 2, 3, 4, 5, svo þegar komið upp í 6 tegundir og segja, er þetta ekki bara ágætt? Já, ég segi það. En vanalega kostar hver tegund bara 300 og eitthvað, 390 held ég. Og borðar þau svolítið að pizzum? Já, ég geri það. En þetta er í fyrst sem ég borða alvöru Texas pizzu. Já. Þetta er bara draumur. Draumur að rætast. Og hvernig finnst þið verðið? 990, sagður ekki 2900, 900 verði, ég ætla bara ekki að ræða það, þetta er alltaf, ég trúi þess ekki. Og svo ef þú bætir við hrásaleti svona hérna og gósi, þá er það tilboð 1390. Með gósi. Ég sé menn selja svona pítsur og upp í 2500 kall, ég fekk bara hjartaáfall. Sem betur fer ekki. Já, ég fekk nærri því þegar ég var að kaupa þetta annar stað, Já. En hérna reyni ég að hafa verðið í lágmarki. Já, þú sagðir og gæðinni fyrirrúmi. Magnús, þú sagðir einmitt mig, ég sá þig daginn, þá varst alveg að svitna, sko. Ég alveg varst í ræktinni, nei, ég var bara að borga fyrir rándýra pizzu.
Já, var það, já. Heyrðu, en eigum við ekki að vinda okkur í pizzuna? Yes, til í það. Heyrðu, en við ætlum að sýna sko hérna vinsælustu pizzuna, kjöthátið, sem er á matseðlinum. Svo getur fólk bara að raða sjálfur og þú ætlar að raða í seinni pizzuna fyrir þig. Já. Nú byrjuðu til kjöthátíð. Það er bara kjöthátíð. Já, og þá byrjar á sósunni. Það er sósan og við bara vippum hérna á. Er það ekki bara svona einskeið? Jó. Og maka þessu vel út alveg bara hérna. Þetta er alveg sér spes alveg út í kantana. Settur húfuna alveg út í kantana. Yes, þetta kemur allt. Já. Það er sem hafa ekki gert neitt annað, sínist mér. Nei. Og svo erum við að tala um ostinn. Ostinn, já. Og það er bara svona handfylli. Já. Út allt. Aðeins meira. Maður er alltaf að læra, sko. Já. Heyrðu, og svo settur nautahakk. Vel að því eða ekki? Já, þetta út allt, ekki bara í hrúur maður og vera alveg út allt. Dreifa þessu. Veitu, ekki meira. Nei, svona. Af því að koma svo margar aðrar. Ok, svo tekur pepperoni. Og hvað margar sneiðar? Já, tekur 6 sneiðar. Það verður að hafa vel að þessu. Svona. Og svo 3 viðbót. Bara að hafa nóg, þetta er kjötveisla, maður. Já, þetta er ekkert kjötaði. Og erum við að tala ennþá um 990? Við erum að tala um ennþá um 990. Svo erum við með hérna skinku og við erum með amerískan ham. Amerískan ham, yes. Og reynar að setja þetta það sem ekki er já, svona, já, þú kannt þetta. Þú hefur eldað svolítið áður. Já, ég leina á mér þessum að segir. Já, þetta er alveg ágætt, einu eða þá. Kannski ein hérna, það er út af... Og svo tekur þú 2 baconsneiðar, þykkar og fínar og tekur þær í tvennt. Ég ríf þær í sundur. Ríf þær í sundur og setur þær eitthvað á góðan stað. Og galdurinn er að setja þetta á milli. Ég heyri það. Já, flott. Þarna er komið svakalega flott. Þetta er forstekt bacon. Svo setur við pizzukrydd ofan á. Það er þetta hér. Já, og ekki eina hrúa, þetta verður að fara alla pizzuna. Og passaði, já, verður að setja alla pizzuna. Já. Þetta er ekki bara nákvæmlega svona? Já, aðeins meira. Helvíti góður. Svo bara næsta pizza. Og þá ætlar þú að laga þína spes, hvað þér þykir best. Já. Og það er sama, þú getur ráðið í hvað er á pizzuna, alveg upp í 6 tegundar. Hvað er uppáldið þitt? Settu sósu. Ég ætla að setja sósu og við vindum henni bara á. Já, sérðu, hérna, þetta passar akkurat, ein svona ausa passar á eina 12 tómu pizzu. Og svo er það osturinn. Og þegar þetta er svona kubbar þá tekur svolítið meira niður. Já. Finnst þér gott að hafa mikinn ost? Já. Okay. Það er ekkert verið að spara, en það má, þetta með pítsur þá þurfa að vera svona... Ég myndi segja, ég vil ekki hafa mikinn ost. Nei, einmitt, rétt hlutföll. Þú ert sáttur við þetta? Ég er mjög sáttur við þetta, Magnús. Ok, og hvað eigum við að setja með? Ég er svolítið að vinna með skinkuna. Já, þú vilt skinku, við erum með svona alvöru skinku, ekkert að vera... Bara Rífana niður, bara setja henni á hérna, taktu meira bara. Og við erum menn að tala um 990, þetta er alveg hlægilegt, sko. Svona. Já, og svo finnst þér gott að hafa ananas. Já, þetta er alveg draumur, sko. Ananas og skinka, þá heitir þetta hafa, það er rosalega vinsælt. Já. Þú voru að passa það að hafa það ekki inn í hrúu, alveg út allt. Já, ég er professional í þessu, Magnús. Svo maður fá ekki bara heila lúka af ananas í munnin, það er bara svolítið. Svo þegar maður er búinn að dreifa þessu vel, eins og maður segir, þá ætla ég að lauma smá sveppum á. Sveppum, já, flott. Þú mátt að alveg vera með, nú ertu komið með 2 tegundir, alveg fyrir 5-6. Þetta eru bara alveg sveppir. Þetta er bara svona. Já, og viltu aðeins meira hérna, alveg voru að hafa þetta á stað. Og viltu bæta við? Ég vil kannski vinna svolítið með, ef þú bætir aðeins svona smá hotlustinni. Já. Tökum kannski svona 3. Já. Og þá erum við kannski aðeins að hafa þetta svolítið vilt, þú vilt hafa þetta svolítið vilt. Já, ég vil ekkert endilega hafa þetta í sundu, bara svona við opnum þetta örlítið. Og þú talaði um að hafa væri gaman að setja smá bacon. Já, aðeins að krydda þetta, sko. Þá tekur þú 2 svona og rífur þetta aðeins niður, það er gott að setja þetta bara niður í... Ríf þetta niður og svo ríf þetta í sig, Svona, það þarf ekkert að stundu langar menn í svona svolítið feitna bit í kroppinn. Já. Og svolítið hérna, að þetta sé út allt. Alla kanta, Magnús, til í það. Er ekki flott að setja svolítið krydd á þetta núna? Jú. Hún er að vera helst í góð pizza. Settu smá krydd hérna. Og eins og þú segir, dreifa þessu svolítið vel. Já. Og þegar ég kenna þér tricks aftur, gerur svona bara, svona. Situr sko, svona sko. Ok, sjáum hvort ég náðu þessu ekki bara. Bara lítið, bara já, þetta er svona. Þetta er orðið flott. Heyrðu, pizzan er tilbúin. Heyrðu, en við erum svo rosalega flottir hérna á Texasburgurum. Við erum með spes op
og ég frægur fyrir hérna Turbo Chef og það tekur bara 2 mínútur og eins líka, hvað er þetta? Já. Eins líka þegar eru margar pítsur í gangi eða koma kannski 5, þá erum við bara 2 mínútur með hverja pítsu, bara færibandi. Þetta ekkert að býja kortir hálftíma eins og öðru stöðum. Nei, það ekkert, það allt svo stórt í Texas og líka hérna... Stórt og ódýrt. Ódýrt, já, og kannski ekki alltaf ódýrt, en bara bragðgott. Flott. Mér finnst það, gæði og bragðgott. Eldhúsmeistarana, nú erum við komin að því skemmtilegast að fá að borða fíneríið maður, það nú aðalatriðið. Já, þú ert vanur að elda í kúna, nú eldu hann í okkur. Já, og nú fáum við að smakka afraksturinn, það sem þú ert búin að vera elda og ég er búin að listuna þér. Ég að segja það. Og mælur ekki með þessu? Jú, þetta alveg rosalega gott. Opnaðu nú og skerðu inn í lúxusborgarann, tökum þetta, takt hann helming og leið mér að smakka líka. Það bara svona. Já. Heyrðu, og þú drekkur bara kristall, drekkur ekki gos, þú ert svona heilbröður. Já, ég hætti bara fyrir einhverjum 5-6 árum, sko. Shit. Vá. Maggi minn, þetta eini borgarinn á landinu sem maður getur ekki lýst, maður verður bara að koma að smakka. Það bara svoleiðis, þú getur ekki lýst. Þegar þú farið til Afríku, þú getur sagt alls konar sögur, þú verður að fara þangað. Skilurðu? Já. Heyrðu, og haltu hún á þessu. Já. Þetta telur það, ég ætla nefnilega að sýna ykkur þetta. Haltu á mikrónum. Já. Og nú er þetta þannig að þetta er svo flott að geta getið þetta í sko bréfinu. Svo bara er þetta svona alveg bara eins og maður gerir í Ameríkunni. Já, ég að segja það. En ég ætla að leyfa þér að smakka hérna helminginn, þá sker ég hérna. Maður fæði bara vatn í munni við að sjá þetta. Já. Fólk. Sérðu? Og svo er svo þægilegt sko að hafa þetta í bréfinu, þá þarftu ekki að nota hnífapör. Þetta er bara alvöru menn. Hérna, smakkaðu. Smökkum draumaborgar. Já, og ég líka. Þetta er Texas Osborgari, heitir þessi. Já. 1390 kall. Franskar og svo hérna. Getum við fengið kóktelsósu? Já, kóktelsósu með. Á klink. Á klink. Kóktel á klink. Vá, hvað þetta er gott, Magnús. Heyrðu, en nú er það pizzan maður. Nú er það pizzan og... Þetta er Maggi Spes. Maggi Spes. Maggi Mix Spes. Hefur maður smakkað sig úr það? Já, endilega, ég til í það. Segðu mér svo hvernig þú fílar Maggi Spes. Já. Skinkamar og ananas á alltaf verið. Já, er þetta eitthvað sem þú mútið leggja þetta til munns? Daglega? Já, menna bara allar fyllingar á. Sér, þetta eru 5 ættir sem þú baðst sveppir, ananas og hérna og skinka og tómatur. En segðu mér eitt, Magnús, heyrði ég rétt þetta væri 990? Já. Og þú ert með 5 álegg? Já, og svo tilboð og farið hrásalat og gos 1390. Þetta er bara rugl. Þetta er alvöru dæmi, sko. Og sér það álegg á öðru stöðum, kannski 300-400 kall, og gerir bara 400 sinnum 5. Já. Þú getur ímyndaðir, bara áleggið. Áleggi á öðru stöðum er bara dýrari heldur en pizza. Já, pítsur kosta oft frá bara 1500 upp í 2500 kall þessi stærð. Þetta er bara rugl. Þetta er 990, þetta er bara djók. Þetta er bara djók, sko. Heyrðu, neiðu ekki að smakka hérna kjötáleggi hérna líka? Ó, já. Hvað er þetta? Kjötveisla, eða? Kjötveislan, hún er rosalega vinsæl. Þá erum við pepperoni, nautahakk, bacon og skinku. Ég er líka að fíla hvað hún er crispy. Já. Og góð. Og þunnur botnurinn, alveg heimurlaga botnur. Já, fyrir létt í maðan. Prófum þetta aðeins. Nú skil ég þetta. Nú er ég að skilja þetta. Heyrðu, þú mælir ekki með að koma hérna út á Granda og fá sér Texas pítsu eða hamburgara? Bara út með ykkur. Komið hingað strax. Út með ykkur? Út með ykkur. Klárið að horfa á þáttinn og komið svo. Og þú opnar 11 á morgnana? Já, til 9 á kvöldin.
alla daga vikunar. 9 á kvöldin. Ertu ekki að djóka? Opið til 9 pizzu á 990. Og hamborgara tilbúið á 1390. Heyrðu, kíkja á okkur og hérna þökkungu fyrir. Ég þakka Magga Mix fyrir skemmtilega viðvöru og hressleika. Þetta bara sem ég kemi, þetta bara... Tekkið á Facebook og Snapchat. Það bara Maggi Mix. Já. Það bara svo leis. Og hann nattar ykkur. Googlið Maggi Mix. Takk fyrir.